Samstöðin fjölmiðill í eigu almennings. Við erum Eurovision stjarna og einn ástsælasti tónlistarmaður þjóðarinnar. Páll Óskar ötull baráttumaður fyrir mannréttindum og frjálsri Palestínu. Vertu velkominn. Góðan daginn. Ég hingað kominn til að mótmæla stríðsrekstri Ísraelshers og þjóðarmorði Ísraels á palestínsku þjóðinni sem við höfum nú fylgst með í beinni útsendingu í rúmlega 1,5 ár og ég nenni ekki að hlusta á sama fyrirsláttinn og gaslýsinguna sem stöðugt grípið til með því að vísa stöðugt í einhvern 7. október og afsökunina þeir hafa rétt á því að verja sig. Svo ég vitni nú í frábæra grein Arnars Eggerts Thoroddsen á Vísi í gær að fólk vogi sér að saka einstaklinga sem hreyfa andmælum við þessum hryllingi gyðingaandúð. Skammist ykkar! Það algjörlega óþolandi smjörklípa að saka mótmælendur gyðingaandúð. Hér eitt ríki, öflugt og besti vinur aðal, að ráðast gegn öðru ríki sem getur ekki borið hönd yfir höfuð sér. Með öllum þeim stríðsklækjum sem þekkst hafa örófið alda. Það það sem að gerast, hættið að snúa út úr, horfið, skiljið og bregðist við eins og manneskjur. Tilvitnun lýkur, takk Arnar Eggert. Ég hata ekki margt, en ég hata stríð. Alveg sama hver birtingamynd þess af því við verðum að muna að í öllum stríðum eru raunverulegu fórnarlömbin alltaf sakleysingjar, konur og börn. Stríðsrekstur Ísraelshers búinn að brjóta allar reglurnar, fara yfir öll strikin, ofbjóða öllum og þeir eru klárlega að stunda stríðsglæpi sama hvað það nú eins og stríð sé ekki alveg mikið glæpur fyrir það fyrsta. Við erum ekki að horfa upp á stríðsrekstur, heldur hreinan og kláran tuddaskap og það átakanlegt að fylgjast með klappliðinu sem jafnvel hvetur tuddan áfram til að stroka út palestínsku þjóðina, stroka út öll sjúkrahúsin á Gaza, svelta þá sem þarna inni og það að miklu meirihluta börn. Þegar börn eru myrt með skipulögðum hætti af fullkomnasta her í heimi og það einhver þarna úti sem reynir að verja þessar óverjandi gjörðir, þá erum við ekki að horfa upp á stríðsrekstur, heldur hnignun mannkyns. Við erum þar. Ef einhver gerir minnstu tilraun til að verja barnamorð og réttlæta barnamorð, þá það einhvers konar rof, siðrof eða brot á náttúrulögmálinu og hnignun. Þá þú að taka þátt í hnignun mannkyns. Ég reyndar stattur hér í dag ekki bara til að sýna samstöðu með Palestínu og mótmæla tuddaskap. Ég var fenginn hingað í dag vegna þess að í dag úrslitakeppni, söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva, Eurovision. Eurovision hefur verið hluti af lífi mínu síðan 1975. Ég sá Holland vinna með dingadong, ég var 5 ára drottning og það gerðist eitthvað brjálað inn í mér sko. Fyrst var ég aðdáandi, síðan einn af listamönnunum, síðan hélt ég risastórar árlegar Eurovision veislur í Reykjavík og bestu minningarnar sem ég upplýði gegnum þessa keppni voru Eurovision partíin sem ég hélt hérna inn á NASA og víðar frá árinu 2003 til 2018. Ég hélt þessi partí sleitulaust í 15 ár og það var alltaf tróðið hús. Já, ég elska þessa keppni og það gera fleiri. Ég elska þetta konsept. Ég hef gefið þessari keppni gríðarlegan tíma, fyrirhöfn og orku að lífi mínu. Þetta eitthvað geggjuð og falleg hugmynd að fabulous sjónvarpsprógrami. Þeir sem ybba gogg yfir því að þessi keppni sé eitthvað ómerkilegu pappír, mega ekki gleyma því að við keppendur og aðdáendum við erum brjáluð yfir því að þessi keppni sé notuð til hvítþvottar. Við erum brjáluð. Yes.
Við erum brjálið á sem notendur hvítþvottar vegna þess að þessi keppni vekur svo sterkar tilfinningar innra með okkur. Við höfum öll öskrað á sjónvarpið yfir eitthvað sem gerist í Eurovision, öll með tölu, þú líka. Þú öskraði líka í hvert einasta sinn sem Daði Freyr og Jóhanna Guðrún röðuðu inn 12 stigum. Við tengdum svo feitt og sprungum úr stolti og okkur ekki sama. Ég hef ekki haldið Eurovision Party síðan 2018. Ég gersamlega geta ekki vegna þess að nú hvílir ákveðin skuggi yfir þessari fallegu keppni. Skugginn heitir Ísrael, já, en skugginn kemur til að vægast sagt tvöföldum skilaboðum EBU eða European Broadcast Union sem heldur keppnina og ber ábyrgð á þessu saman. Margtugnustu tvöföldu skilaboðin sem senda frá sér að halda því stöðugt fram að Eurovision sé ópólitísk keppni, ópólitískur vettfangur. Þessi fullyrðing galin. Á hverju einasta ári þegar við horfum á atkvæðagreiðsluna í Eurovision þá öskrar hún pólitík. Þar sem 2 eða fleiri þjóðir koma saman til þess eins að segja hæfi hvor aðra, þar bullandi pólitík. Byrjum á því að viðurkenna það, ok? Fyrirverandi keppendur, þið með alveg klappa fyrir þessu. Guys, fyrrverandi keppendur í Eurovision og listamenn sem og aðdáendur keppninnar og þar á meðal ég mótmæla þátttöku Ísraels í keppninni. Við viljum að EBU hætti að misbjóða okkur sem elskum þetta konsept með sínum tvöföldu skilaboðum. EBU átti ekki neinum vandræðum með að vísa Rússlandi úr keppni daginn eftir að Rússar réðust inn í Úkraínu. Brottvísunin var rökstudd með því að rússneska ríkisstjórnin þótti brjóta lög EBU hvað varðar einhliða fréttaflutning. Meira að segja Stefán Eiríksson hjá RÚV var hjartanlega sammála. Þá. Á sama tíma höfum við hort á Ísraelsher fremja stríðsglæpi og þjóðarmorð á palestínsku þjóðinni í beinni útsendingu í 1,5 ár og ég get lofað ykkur því að fréttaflutningur ísraelsku sjónvarpsstöðvarinnar Kan bara búin að vera einhliða. Samt sem áður þá virðist EBU ekki neinu vandræði með að halda Ísrael í keppninni, kannski vegna þess að stærsti styrktaraðili keppninnar hárvöru fyrirtæki með aðsetur í Ísrael, Morocco Oil. Margir spyrja af hverju Ísrael að taka þátt í þessu fyrir það fyrsta því landfræðilega þeir ekki í Evrópu. Svarið þeir eru búin að borga sig inn. Greiðslan felst ekki bara í því að borga sig inn í EBU. Með því að skófla peningum í keppnina þá eru þau komin svo langt inn í miðtaugakerfið á keppninni að það ekki lengur neitt rauður dregill í keppninni heldur túrkíslitaður dregill alveg eins og umbúðir Morocco Oil. Þeir hafa líka áhrif á hljóðrásina í útsendingunni sjálfri og þegar Ísrael steig á svið á fimmtudaginn var baulað svo hátt að það undirtók í salnum. En þetta baul var þaggað niður af tæknimönnum og svona fyrirfram upptekið plat, klapp og fagnaðarlæti sett í staðinn, bæði í hátalarakerfið í salnum og svo yfir útsendinguna sjálfa. Yes. Baulið reyndar yfirgnæfði platklappið og lag inn á míkrafónun hjá söngkonu Ísraels. Og það lítið mál að finna upptökur á samfélagsmiðlum úr símónum þeirra sem voru í salnum og tóku upp raunveruleg viðbrögð áhorfenda við Ísrael. Muniði þegar salurinn púaði á Silvíunótt árið 2006. Það skrúaði enginn niður í hljóðanum í salnum þá. Þannig að þegar þú stýrir því hvernig fagnaðarlæti heyrast í beinni útsendingu þá þú komin djúpt inn í miðtaugakerfið á keppninni.
Þar með sitja ekki allar þjóðirnar við sama borð. Leikurinn skekkist. Enn sem komið hafa aðeins 4 keppnislönd eða utanríkisráðherra þeirra mótmælt opinberlega þátttöku Ísraels í keppninni og þau eru frá Spáni, Slóveníu, Írlandi og Íslandi. Hinar keppnisþjóðirnar hafa ekki sett neina svipaða pressu á EBU. Aðeins örfáir listamenn og núverandi og fyrrverandi keppendur hafa þorað að lýsa skoðunum sínum á Ísrael í Eurovision aðeins til þess að verða fyrir persónulegum og alvarlegum árásum í kommentakerfum. Það eitt og sér varpar skugga á alla keppnina, tekur gleðina úr henni, gerir áhorfið erfiðara og skýrir líklega gríðarlega lækkun á áhorfi keppninnar. Fimmtudaginn síðasta, sama dag og fulltrúi Ísrael söng ómþýtt lag á sviðinu í Sviss, drap Ísraelsher 115 manns í Palestínu. Sama dag og þau keppa á sviðinu og láta skrúfa niður í púin í salnum, drepa þau 115 manns í Palestínu. Nákvæmlega þetta heitir hvítþvottur og gaslýsing fyrir allan peninginn. Aðdáendum ekki bara misboðið, venjulegu fólki í almannarýminu líka misboðið. Eins og margir vita, ég hef komið fram í allmörgum klúbbum ævina og venjulega þá það forráðamenn klúbbsins eða veisluhaldari eða dyravörður sem bera ábyrgð því að partíið gangi snurðulaust fyrir sig. Ef einhver gestur eða listamaður í veislunni haga sér eins og abi eða tutti í klúbbnum að þá það hlutverk dyravarðarins að henda tuttanum út. Ef Eurovision klúbbur þá EBU bæði veisluhaldari og dyravörður. Þessi dyravörður átti ekki neinum vandræðum með að henda Rússlandi út úr partíinu. Veislugestir eða listamenn á sviðinu eiga ekki að bera ábyrgð á því að henda tuttanum út. Það hlutverk veisluhaldarans og dyravarðarins, ekki gestana, ekki listamannana. Við erum að horfa á þig, EBU, við erum að horfa á þig, RÚV. Setið mark, takk. Ef enginn setur tuttanum mörk, ef enginn segir neitt og ef enginn gerir neitt, þá fær tuttinn frið til að klára ætlunarverkið sitt og það sem verra ef tuttinn fær samþykki og jafnvel hvatningu til að vera meiri tutti, þá veitir hann öðrum frekjudósum innblástur til að gera slíkt hið sama, út allan heim. Við erum að gefa frekjudósum leyfi til að vera tuttar. Þetta nóg af frekjudósum út allan heim sem horfa á með aðdáun á þetta þjóðamorð og eru alveg til í að gera það sama. Og ef að morðóðar frekjudósir fá að vaða uppi með yfirgang og tuttaskap, þá eru allar alþjóðasamþykktir ónýtt plögg. Við Íslendingar, þessi 400.000 manna þjóð, við höfum ekki efni á því að veita frekjudósum innblástur til eins eða neins. Og að lokum, vitið þið af hverju svona margir hammar og þeir sem tilheyra hinsegin samfélaginu, vitið af hverju við sýnum samstöðu með palestínsku þjóðinni? Það vegna þess að við flest öll höfum okkar eigin reynslu af samskiptum okkar við tutta og eineltisseggi. Við þekkjum þá, við vitum hvernig þeir vinna, við vitum hvaða aðferðir þeir nota. Þess vegna segi ég, bæði sem hommi og listamaður og Eurovision icon, burt með Ísrael úr Eurovision og öllum öðrum alþjóðlegum keppnum og íþróttakappleikjum og viðburðum sem þeir borga sig inn á og hvítþvo sig með. Hvar í andskotanum dyravörðurinn? Sniðgöngum Ísrael, frjáls Palestína!
Ég veit ekki hvort þið vitið það, en ég meðlumur í kór sem svaka sætur. Þetta eru nokkur listamenn. Við höfum hist reglulega fyrir framann við erum að reyna að syngja fyrir ráðherra þessara þjóðar. Við hittumst klukkan 8:30 eða 9 á morgnana í öllum þessum ráðuneytum, eitt af öðru, og það búið að vera svolítið magnað að fylgjast með því. Sumir hlusta, sumir alls ekki, sumir horfa ekki framan í mann, sumir labba framhjá og hafa allt í einu ógeðslega mikið að gera. En við höfum sungið alveg ofsalega falleg íslensk lög og lesið upp yfirlýsingar í kjölfarið. Þessi kór verður starfræktur áfram svo lengi sem við þurfum og það eitt lag sem við höfum haft til siðs að syngja. Þú veist í hjarta þér. Hjálmar gerði sína upptöku á þessu lagi árið 2007. Rétti pönt, hvað eru margir sem kunna Þú veist í hjarta þér? Ef þið kunnið þetta þá megi alveg syngja með, og Ásgeirsson gítarleikari ætlar að hjálpa mér að leiða mig í gegnum þetta, ok? Þú veist í hjarta þér hvað vindurinn varnar blekkingin dauði þinn. Engin vopnað þjóð að vísu frjáls og að vanda sker hún sig fyrr á háls en óvinsinn. Þú veist í hjarta þér hvað vindurinn að vald og rík ekki manngrúin. Hvað af stóra þjóð til að segja satt, til að hljóna ljóð en að ljómi glatt í heiminn. Takk fyrir frábæra mætingu. Frjáls Palestína! Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook.